Jæja, góðan daginn. Ég ætla bara að byrja. Og komið sæl, ég heiti Álfhildur Leifsdóttir og ég er kennari og kennsluráðgjafi við Árskóla á Sauðárkróki. Mig langar að kynna fyrir okkur á þessum stórsnjöllu rafrænu menntabúðum Eiment, sem bara takk fyrir að vilja hafa mig hér. Kynna fyrir ykkur í dag verkfærið SISO sem við í Árskóla höfum notað síðasta svona 2,5 skóla árið og sýna ykkur svona helstu möguleikana og svo er vonandi tími fyrir spurningar í lokin. Ef einhver er vaknað. Bíddu nú við. Þarna. SISO er svona rafræn ferilmappa með alveg fjölmörgum aðgengilegum möguleikum bæði fyrir nemendur og kennara. Það er bæði app og vefsíða og það virkar á öllum tækjum, hvort sem það er iOS eða Android eða tölvur af hvaða tægi sem er. Og SISO er í rauninni annars vegar kennara og nemenda aðgangur og svo hins vegar annað verkfæri sem er fyrir fjölskylduna til að fylgjast með barninu sínu í náminu og þetta er frábær tenging við heimilin. Þannig að foreldrar og forráðamenn geta séð verkefni barnanna sinna en kennarinn stýrir því öllu hvað sést og hvað ekki. Skólasamfélagið talar oft það svona í hraða daglegs amsturs, þá sé erfiðara að eiga þetta samtal við heimilin og tengingu við heimilin. Við könnumst kannski mörg við það, en þarna er ein leið til þess að foreldrar og forráðamenn geta fylgst betur með námi og verkefnum barnanna sína. Og þeir foreldrar sem hafa tengst þessu í Árskóla, sem eru nú bara eiginlega allir eða allavega langflestir, þeir hafa lýst mikil ánægju með þetta verkfæri og ég þekki það sjálf sem foreldri að maður er mikið meira upplýstari það hvað börnin manns er að gera í skólanum þegar maður fær bara svona tilkynningu í símann að eitthvað hafi bæst við í ferilmöppuna þeirra. Þannig að þetta eykur sannarlega þessa samvinnu heimilis og skóla. Með þessu verkfæri þá hafa nemendur fjölbreyttar leiðir fyrir skapandi skil og að safna þeim í rafræna ferilmöppu. Og kennararnir hafa fleiri leiðir til að virkja nemendur og dýpka þeirra skilning á náminu. Og tengingin við heimilin verður meiri, foreldrar geta á aðgengilegan hátt fylgst með verkefnum barnanna sinna. Þannig mér finnst þessir yfirþættir SISO vera gríðarlega miklir kostir. En við erum alltaf að vinna eftir hæfni í okkar verkefnavinnu og mati á nemendum og SISO opnar sannarlega á alls konar möguleika til að nýta hæfni. Þarna er hægt að vera með tal, teikningu, ritvinnslu, myndvinnslu, myndbönd. En auðvitað er þetta allt hægt með öðrum hætti, sannarlega. En þá erum við kannski að nota svona hin og þessi upp. Þarna erum við með verkfæri sem sameinar þetta allt, er einfalt í notkun og þetta er allt á sama stað, mjög aðgengilegt, hvort sem það er fyrir 1. bekk eða 10. bekk. Við erum að tala svona rafrænar ferilmöppur, þar sem nemendur eru að skrá sitt lærdómsferli leið og það á sér stað. Og þetta eflir leið ritun, íhugun, gagnrýna hugsun. Og þar sem nemendur eru sjálfir að setja verkefnin inn, það er ekki kennarinn að taka myndir eða dragdroppa verkefnum, þá sparar þetta gríðarlegan tíma. Hver og einn er að sjá sitt nám þarna inni. Og svo leið og allar námsafurðir eru þarna á einum stað, frá kannski jafnvel 1. bekk og upp úr, að þá eru þessar ferilmöppur sýnilegar foreldrum og mín reynsla er svo að nemendur vanda oft betur til verksins þegar að verkefnin eru sýnilega öðrum, sérstaklega ef það eru kannski foreldrarnir sem eru að sjá og geta lækað og kommentað á verkefnin. Ekki slæmt að fá like, þannig líka. Ég ætla að núna er Jakobína mjútuð, viltu mjúta þig Jakobína, takk. Ég ætla að sýna ykkur aðeins hvernig maður býr til verkefni inn í SISO þegar maður er kennari. Maður fer hérna upp í, þetta er útlitið hjá okkur, maður fer hérna upp í græna plúsin og velur Assign Activity.
þá koma upp svona söfn. Þarna fer ég í að búa til nýtt verkefni og ég skýri það. Set inn svona leiðbeiningar. Þarna líka hægt að lesa inn leiðbeiningarnar, þannig að allir geta verið með hljóðfæl með leiðbeiningunum. Og svo ætla ég, þetta svona ensku verkefni þar sem þau eiga að segja orð á ensku eftir myndum. Námskeið. Þannig að ég fer og sæki myndir sem ég hafa búin að finna bara og nappa á netinu og set þær hérna inn. Og það hægt að setja inn alveg svona 10 blaðsíður í hvert verkefni, þannig að þær kæmu hérna bara hægra megin fleiri blaðsíður. Ég lóta þessu upp og vista verkefnið. Þarna verkefnið bara tilbúið og til að leggja það fyrir. Þið sjáu að koma svona lítil íkon fyrir mikrofón og svona, því það eru ákveðin orð sem búa þau til. Til að leggja það fyrir, þá velja ég bekkinn sem verkefnið á að fara í og þá það búið að dreifast á þann bekk í SÍSO. Ég get farið og skoðað hvernig það lítur út. Ég get líka breytt og bætt við eða setta efst á síðu nemenda. En ég get líka farið og skoða hvernig nemendur sjá verkefnið. Með að velja þennan sample student, þá ég orðin nemandi og get til dæmis alltaf kíkt á leiðbeiningarnar þarna. Ef ég gleymi þeim, þá get ég smellt á, lesið yfir aftur og svo fer ég bara í að leysa verkefnið. Þarna átti ég að taka upp, þannig ég vel mikrofóninn og upptakan hefst. Þannig að sem kennari, þá get ég alltaf skoðað hvernig þetta snýr við nemendanum og prófað verkefnið. Það líka, maður þarf ekki að búa til allt frá grunni og kennarar það er nefnilega hægt að deila þeim verkefnum sem maður býr til, annarkvort með skólanum sínum, ef maður með keypt SÍSO, eða bara SÍSO samfélaginu öllu. Og af því að við kennarar, við erum bæði góði að búa til og líka góði að deila, að þá hægt að fara eins og maður sé að búa til verkefni, aftur í plúsin og assign activity. Og í staðan fyrir að fara í mitt safn, eða skólasafnið, þá ætla ég að skoða bara SÍSO samfélagið, allt, þar sem allir eru búin að vera að deila inn í. Þarna hægt að skoða verkefni eftir aldri, eftir fögum, eða hvað bara vinsælt þessa vikuna. Það hægt að svona gefa þeim svolítið einkunn, sko. Eða bara leita eftir höfundi. Og Bergþóra Þórhals, hún búin að vera gríðarlega öflug í að búa til verkefni og staðfæra í SÍSO. Ef ég sé eitthvað sem mér líst á, þá ýti ég bara á hjartað. Og þá það komið inn í mitt safn. Þannig að ég fer aftur inn í safnið mitt. Og þar ætti verkefnið hennar Bergþóru að vera komið. Ég opna það, fer þarna í punktana 3 og geri copy and edit activity. Þannig að þá þetta í rauninni orðið mitt. Þarna geti ég breytt og bætt við ef ég myndi vil það, eða bara vista það og lagt það fyrir minn bekk. Þannig að þarna ógrynni af ofboðslega góðum verkefnum sem vert að skoða, nýta og bæta. Hér erum við með útlit nemendana. Það mjög einfalt, en samt leið hægt að gera ótrúlega margt. Það hægt að taka upp myndband eða setja inn mynd, taka mynd. Það hægt að setja inn hlekki, það hægt að teikna eða skrifa, bara eins og í textaforriti, eða bæta við einhverjum öðrum gögnum annars staðar frá. Og ef við förum inn í teikni möguleikan, þennan drawing möguleika, þá erum við með þessi verkfæri. Við getum skrifað, tekið upp hljóð, tekið þarna inn mynd, sett inn alls kyns form eða öðruvísi bakgrunna. Við getum teiknað með svona einföldu teikniforriti. Og þarna getur líka kennarinn verið búinn að setja mynd inn undir, kannski mynda líkama og nemandi á merkin líffæri eða eitthvað slíkt. Þannig að það hægt að setja inn mynd sem á að vinna meira með. Og það alltaf hægt að kíkja á leiðbeiningarnar, þarna efst.
Og þar sem möguleikar eru allir í boði, þá hægt að setja inn verkefni þar sem hver að skila jafnvel á mismunandi hátt. Einhver skrifar með textabóksi á meðan annar tekur upp hljóð og segir frá. Þannig að þarna erum við með mjög einstaklingsmiðuð verkefni. Þó þau séu kannski eins í grunninn, þá hægt að skila á mismunandi hátt. SÍSO talar við langflest verkfæri til náms, þannig að það hægt að vinna verkefni í allt öðrum öppum og skila inn í SÍSO, því að SÍSO getur alltaf verið svona skilaboðaskjóða sem heldur utan þessi verkefni nemenda okkar. Það líka hægt að taka bara mynd og halda þannig utan verkefnin eins og í textíl eða heimilisfræði eða smíðum, að taka mynd af því sem gert í höndunum eða mynd af teiknaðri mynd og halda þannig utan öll verkefni. Hér sjáum við hins vegar útlit kennara þegar hann að fara yfir verkefni og það mjög fljótt að sjá. Strákar. Hér sjáum við útlit kennarana, það fljótt að sjá hverjir hafa skilað og ekki skilað. Það eru gráu kassarnir sem eru með nöfnum nemenda undir sem hafa ekki skilað. Og þarna hægt að fara yfir hvert verkefnið og fætum á öðrum og gefa fyrir, bæði með því að setja stjörnur ef þið viljið tengja hæfniviðmið við verkefnið eða gera svona stutt komment með bókstaf eða umsögn við hvert verkefni. Stjörnurnar sjást ekki til forráðamanna og foreldra en umsagnirnar sjást strax. Það hægt að flokka í möppur, þetta svona fítur sem bættist við nýlega, þannig að það hægt að setja betra skipulag, það þarf þá ekki endilega að vera með marga bekki eða einn bekk fyrir dönsku, heldur hægt að vera með bekkin inn í SÍSO og svo möppur fyrir hvert fag. Þannig að þetta svona snyrtilega og skilvirkara. Svo það matskvarðinn. Við höfum notað bæði að nota 4 stjörnur eða 6 stjörnur. Það bara valmöguleiki hvort þið viljið og við höfum verið að nota 6 stjörnur og haft það þó þannig að hver stjarna samsvarar bókstaf. 1 stjarna D og 6 stjörnur A. Ef að hæfniviðmið eru tengd og það verið að gefa með þessum hætti fyrir, þá verður til svona hæfnikort fyrir hvern nemanda og hvert fag. Þetta ekki sýnilegt heimilunum, allavega ekki ennþá, en það hægt að nota þetta í foreldraviðtölum og fara þá í hæfnikort viðkomandi nemanda og skoða námslega stöðu þannig. En ef að þið eruð að nýta ykkur þetta og setið inn í þetta komment, bókstaf eða umsögn, þá námsleg staða mjög skýr og þetta komið leið tilkynning í tæki foreldra að það hafi verið fyrirgjöf fyrir eitthvað verkefni. Það hægt að sjá hvað á bakvið fleiri en eina verkefnin á bakvið einkunnagjöfina, þannig ef það búið að gefa 2 svar eða 4 sinnum eins og þarna fyrir mér í mynd, þá þetta að smetla á það og sjá hvaða verkefni hanga við einkunnagjöfina. Það alltaf eitthvað verkefni sem hangir við hverja einkunn. Þannig að það auðvelt að rökstyðja einkunnagjöfina þegar að verkefnið alltaf tengt við. Og eins og ég sagði áðan, þá mikill kostur að þetta virkar á öllum tækjum. Og þetta verkfæri, SÍSO, það kom ofboðslega sterkt inn hjá okkur í árskóla núna í vor þegar að hluti af árgöngunum færðist yfir í fjarkennslu að stórum hluta. Þá ákváðum við að gera SÍSO bekk fyrir hvern árgang og allir kennarar sem komu að þeim bekk voru tengdir þar inn. Þannig að öll verkefni komu á einn stað og öll verkefnaskil voru á einum stað. Jafnvel þó þau væri að vinna verkefnin inn í Classroom eða á öðrum stað, þá voru alltaf fyrirlögn verkefna og verkefnaskil þarna inni sem auðveldaði mjög svona að fylgjast með bæði fyrir nemendur og foreldra þeirra og ekki síður fyrir kennara að fylgjast með framvindunni, hvaða verkefni lágu fyrir og hvernig svo nemendum gekk að leysa þessi verkefni. Man var fljótur að sjá ef að sami nemandinn var ekki að skila verkefnum og gat haft fljótt samband heim. Þannig að þarna voru íþróttakennarar að setja inn æfingar með vídeóleiðbeiningum og öll verkefni fóru þarna inn. Þannig að þetta
Eftir talsvert flækjustig í upphafi fjarnáms eins og örugglega við gengum öll í gegnum eða flest, þá einfaldaði þetta málin og kom mjög sterkt inn. SÍSO frítt að hluta til að pröfa og ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur það og pröfa. En það þó talsverður munur á fríu, SÍSO og keyptu. Það opnast talsvert meiri möguleikar í keyptu útgáfunni, gagnamagnið verður líka meira og fjöldi kennara í hverjum bekk og þetta líka að sækja sér verkefni og deila verkefnum. En við líka taka fram að því það oft spurt einmitt að þessu hvort þetta styður persónuverndarlögin eða GDPR og keypta útgáfan gerir það, hún styður það. Og meira segir hægt að velja í keyptu útgáfunni hvar gögnin vistuð, hvort þau vistuð innan Evrópu, í skýinu fyrir ofan Evrópu eða í Bandaríkjunum. Svona lítur svo foreldraaðgangurinn út. Hér bara yfirlit yfir þá bekki sem barnið í og ef þú ferð inn í bekkin þá sérðu þau verkefni sem barnið hefur sinnt. Þú getur gert svona hjarta eða skrifað umsögn hjá barninu þínu. Og mér langar svona að lokum að gefa ykkur pínlitla innsýn í þetta, hversu skemmtilegt það að fá tilkynningu í símann sinn og fá innsýn í skólastarf barnsins síns. Og ég ætla að sýna ykkur hérna örstutt myndbrot frá dóttur minni sem 7 ára, hún í öðrum bekk. Þetta birt með hennar leyfi og hvernig verkefni hún gerði daginn. Hún átti að teikna mynd og hún átti að segja frá því sem var að eiga sér stað á myndinni. Þannig að þetta var svona frásagnaverkefni. Teima hestinn sem ég að þjálfa og hann heitir Skjóni. Og ég ætla að fara á bak á honum sjálf og þarna ég að hringteima hann aðeins og þarna bleika hlífana en ég samt að sækja hann. Og ég ætla að æfa mig betur í stígandi ásetu og ætla bara að láta mig vera alveg sterk í því. Já, hún ætlar að vera alveg sterk í stígandi ásetu og ég mjög fegin að Hólaskóli staðsettur í Firðinum því að mögulega liggur leiðin þangað hjá henni. En þetta var svona snöggkynning á SÍSO, helstu möguleikar. Við eigum 1 mínútu eftir, ef einhverjum með spurningu þá má hann gjarnan unmjúta sig og koma inn með hana. Sæl, Lilja bara heiti ég. Ég var að spyrja hvort að þið væri þá ekki að nota mentor til að setja inn hæfnikort. Jú, við erum að nota mentor. Þetta mjög góð spurning. Það reyndar ekki til að setja inn hæfnikortin en við setjum inn einhvernirnar þar. Þetta það náttúrulega ekki skylda að vera mentor. Þetta gæti algjörlega komið að mörguleiti í staðinn fyrir mentor, kjósi skólar svo. Og við pröfum það alveg 1 árið að hætta með einhvernagjöfin í mentor og nýta einhverju þetta. En það allt hefur sína kost og galla og þetta svolítið þarf að vega og meta hvað hentar fyrir hvert skóla, hvert stig jafnvel. Annars ég ætla að spá í eru þið með alla bekki, alla árganga inn í SÍSO? Og eru þið við erum með eitt SÍSO fyrir alla bekki en þetta aðalega notað á yngsta stigi og miðstigi nema í fjarnáminu. Þá var þetta mjög mikið notað á elsta stiginu sem var meira í fjarnámi. En þetta kennararnir hjá okkur, þeim tamt að nota Google Classroom á elsta stigi og þeir hafa haldið því áfram. Ok, flott, takk. Mér langar að spyrja. Já, gjör svo vel. Má ég spyrja? Ef ég byrði nemendur mína að taka myndband og ég kannski með 23 myndbönd, hvernig get ég skautað þessu saman í eitt sameiginlegt myndband? Það hægt í SÍSO eða þarf ég eitthvað að færa þeir yfir annað forrit? Nei, þá þyrftir í rauninni að downloada þeim yfir í tækið þitt og klippa það saman. Okay.
Og svo ég fór ekki í þessar stillingar, það allski stillingar, hvort nemendur sjá verkefni hjá hvort öðru, hvort að foreldra aðgangurinn sér verkefnin þeirra og ýmislegt, þannig þetta allt svona stýranlegt, hversu sjáanlegt þetta fyrir aðra. Þannig að sumt sem á að vera prívat, það hægt að hafa það þannig og sýna annað. En ef það ekki fleiri spurningar, þá vil ég bara þakka fyrir mig og ég alltaf boðin og búin að svara því sem ég get svarað og aðstoða með það sem ég get aðstofað. Þannig ef þið hafið áhuga á einhverja spurninga vakna í kjölfarið, þá bara endilega finnið mig á Twitter eða Álfhildur@Árskóli og hendi á mig línu. Takk kærlega fyrir mig.